Við ætlum núna að sanna reglu sem kölluð er sinusregla og gildir þríhyrninga. Við höfum gefin þríhyrningin A, B, C. Það er að segja hornin í þríhyrningnum eru A, B og C og samkvæmt venju merkjum við hliðarnar á móti hornunum með sömu bókstafum, þannig að hliðin A er á móti horninu A, hliðin B er á móti horninu B og hliðin C er á móti horninu C. Þennan svona þríhyrninga gildir reglan sem kölluð er sinusregla, sem er þannig að sinus af horninu A deilt með hliðin á móti er sama og sinus af horninu B deilt með hliðinni B, sem er sömuleiðis jafnt og sinus af horninu C deilt með hliðinni á móti. Reglan sem sagt snýst það að við þekkjum hlið á móti horni, að þá er sínusin af horninu deilt með lengd hliðarinnar það sama fyrir öll horn og alla hliðar í þríhyrningnum. Og við þurfum að sanna þessa reglu. Við þekkjum regluna flatamál þríhyrninga sem segir að flatamál þríhyrninga eins og þessar þríhyrning sem við höfum hér er A sinnum B sinnum sinus af horninu C deilt með 2 sem er jafnt og B sinnum C sinnum sinus af A deilt með 2 og það má líka finna sem A sinnum C sinnum sinus af B deilt með 2. Það er að segja, ef ég þekki 2 hliðar og hornið á milli þeirra, þá get ég fundið flatamál þríhyrningsins með því að margfalda saman hliðarnar og sinus af horninu, deili það með 2, þá höfum við fundið flatamálið. Ef við skoðum nú aðeins þessi hlutföllina A, B, sinus af C deilt með 2, sem er jafnt og B, C, sinus af A deilt með 2, sem er jafnt og A, C, sinnum sinus af B deilt með 2. Nú, öll þessi hlutföll eru jöfn. Það þýðir að ef ég má þá margfalda allar gegnum þessa jöfnu hér með 2 og ég margfalda hérna með 2 allstaðar, ég má það að ég margfalda allstaðar með 2, að þá sjáum við að þá styttist sem sagt út, við losnum við 2 nefnum getum við orðað þannig, 2 styttist á móti 2, 2 á móti 2 og 2 á móti 2, þetta styttist allt út og ég er þá komin með hér að A, B sinnum sinus af C er jafnt og B, C sinus A sem er jafnt og A, C sinus af B. Ok, nú ætla ég að deila hér í gegnum þessa jöfnu með A, B, C. Deili hér allstaðar með A, B, C. Svona. Og þá sjáum við að í fyrstu jöfnunni hér, þá styttist A, B út. Í annarri jöfnunni styttist B, C út og í þriðju jöfnunni styttist A, C út og ég hef þá fundið það sem að ég leitaði eftir eða að sinus af C deilt með C er jafnt og sinus af A deilt með A sem er jafnt og sinus af B deilt með B sem er það sem sanna átti. Við getum líka ef að sinus af C á móti C er jafnt og sinus af A á móti A sem er jafnt og sinus af B á móti B, þá sjáum við augljóslega að við getum eins snúið þessum brotum við og sagt þá að C á móti sinus af horninu C
sé jafnt og a deilt með sínus af horninu a sem jafnt og b deilt með sínus af horninu b. Þannig að þetta hér þá sínusreglan sönnuð.